þig minn Guð. Ég vil bara lofa þig minn Guð. Nafn þitt það fegurst á jörðu er, og því mun kærleik ég gefa vil þér. Ég vil lofa þig minn Guð. Nafn þitt það fegurst á jörðu er, og því minn kærleik ég gefa vil þér. Ég vil lofa þig minn Guð. Nafn þitt það fegurst á jörðu er, og því minn kærleik ég gefa vil þér. Ég vil lofa þig minn Guð. Enginn er sem þú. Halleluja. Syngjum þennan saman. Enginn er sem þú, enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð. Jesús, enginn er sem þú. Syngjum þetta aftur saman. Enginn er sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð. Jesús, enginn er sem þú. Biskup þinn varir að eilífu, og lækningu fáum frá þér. Í þínum örmum og skortir ein er. Enginn er sem þú. Enginn er sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð. Jesús, enginn er sem þú. Miskunn þín varir að eilífu, og lækningu fáum hjá þér. Í þínum örmum og skortir ein er. Enginn er sem þú. Enginn er sem þú. Enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð. Jesús, enginn er sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð. Jesús, enginn er sem þú. Halleluja. Amen. Og syngja einn
Söngárinn Snorri kemur og talar að í auðmýkt til þín kem og hjarta mitt þér gef. Beygi kné mín hásæti þig við. Hef upp hendur Guð til þín, heiti ásminn á ný. Tilbið því anda, í sannleika ég tilbið þig. Gerðu líf mitt alltaf lofsöng fyrir þig. Syngjum þetta saman áður en við heyrum orðið talað. Í auðmýkt til þín kem og hjarta mitt þér gef. Beygi kné mín hásæti þitt við. Hef upp hendur Guð til þín, heiti ást minni á ný. Ég tilbið þig í anda, í sannleik tilbið þig. Gerðu líf mitt alltaf lofsöng fyrir þig. Í auðmýkt til þín kem og hjarta mitt þér gef. Beygi kné mín hásæti þitt við. Hef upp hendur Guð til þín, heiti ást minni á ný. Ég tilbið þig í anda, í sannleik tilbið þig. Gerðu líf mitt alltaf lofsöng fyrir þig. Syngjum þetta einu sinni enn saman. Í auðmýkt til þín kem og hjarta mitt þér gef. Beygi kné mín hásæti þitt við. Hef upp hendur Guð til þín, heiti ást minni á ný. Ég tilbið þig í anda, í sannleik tilbið þig. Gerðu líf mitt alltaf lofsöng fyrir þig. Í auðmýkt til þín kem og hjarta mitt þér gef. Beygi kné mín hásæti þitt við. Hef upp hendur Guð til þín, heiti ást minni á ný. Ég tilbið þig í anda, í sannleik tilbið þig. Gerðu líf mitt alltaf lofsöng. Gerðu líf mitt alltaf lofsöng. Gerðu líf mitt alltaf lofsöng fyrir þig. Takk, Jesus.
Nota bara þennan Þóri núna. Já, we have the offering. Nú skulum hafa fórnina, gjörðu svo vel, komiði. Við söfnum saman í Guðs ríkið. Ég viti að Guð hann blessar glaðan gjafara, þannig að við skulum allavega hafa þann háttinn á núna. Gjörðu svo vel, Sigurður minn. Þakka þér fyrir brotið að náðu mösku sem sýnir okkur hverjum degi. Ég bið að þakka við því sem við höfum fram að færa og margfaldar og blessa geti þínar í Jesú nafni. Amen. Amen. Það er gott að vera komin í hús Drottins á þessum degi og það er hluti af gæðunum sem við höfum. Nú er bara komin norðvestanátt hérna, svoleiðis að það er engin gjósku andi sem er hérna yfir. Við fáum að anda fersku lofti. Norðanátti frá Grænlandi, hún kemur með ferska vinda. En það skiptir eiginlega sama máli með Guðs ríkið og Ísland að heilagur andi, hann þarf að vera þessi andblástur kirkjunar sem að við þekkjum svo vel. Andblástur heilags anda er gríðarlega merkilegt fyrirbæri í okkar tilveru. Að við skulum hafa okkar reynslu þannig að við getum verið leidd af andanum, það getur verið talað við okkur af andanum, við getum fengið innsýn inn í kringumstæður frá anda Jesú Krists. Og ég segi þetta vegna þess að í gær þá var kona mín, hún hélt á henni týnt kápu eða yfirhöfn og hún hringdi vinkonu sína á Akureyri, við vorum þar daginn og spurði getur verið að þessi kápa mín sé hjá þér? Og vinkonan sagði nei, það bara getur ekki verið, ég man ekki eftir að hafa séð hana. Hvað hef ég gert við hana, segir konan. Vistu það að þegar ég lendi í svona kringumstæðum, sagði þessi vinkona hennar, þá bið ég alltaf heilagan anda. Leiddu mig af fötunum, ég vantaði þessa kápu. Og ég segi við þessa konu, já, amen, þetta er bara mjög gott ráð. Heyrðu, hún leggur á, svo segir hún við mig Snorri, ekki getur það verið að kápa mín sé aftur í jeppanum. Við stoppuðum jeppan, hún var þar. Hver benti henni á þann stað? Og þetta er svo merkilegt að þetta skulle hafa komið akkurat svoleiðis að bara byttu heilan andum að leiða fötin til þín eða leiða að fötunum og þá myndu bara geta fundið þetta. Og það var akkurat það sem gerðist. Hvaða fengur er það að hafa svona upplýsingar að handan, getur við sagt, frá Guði almáttugum, að hann leiði þig lífsins veg og jafnvel þessi smáu atriði. Hvað hefur gert við þetta og hvað hefur gert við hitt? Þau eru líka vakin til lífs á meðal okkar og við sjáum Drottinn í hinu stóra og í hinu smáa. Nú langar mig til þess að við notum þennan tíma, þessa ræðu, til þess að tala Jesú Krist og ákveðna útvalningu sem kemur fram hjá honum. Og það er svolítið athyglisvert að við erum alveg hiklaust að segja það að Jesús Kristur, hann er Jesús frá Nasaret. Og Jesús frá Nasaret þýðir heilagur staður. Og okkur finnst þetta bara mjög eðlilegt að Jesús frá Nasaret skuli vera Jesús frá heilaga staðnum. Mennirnir frá Nasaret, eða það var ákveðin trúarhópur gyðinga, sem voru gjarnan kallaði Nasirear. Kannast þið við þetta orð? Nasirei, við getum farið í 4. Mósebókina til þess að aðeins að stilla okkur svona af og í 4. Mósebók, 7. kapitula, þá er einmitt verið að tala við okkur Nasirei og það með sér komið í lögmálið. Hvað þessi Nasirear eiga að gera? Og þegar ég fer í 7. kapitulan og les þetta aðeins Nasireia, þá eru nokkur atriði týnd til. Meðal annars það að allan tíma bindis heits hans skal rakhnífur eigi koma á höfuð honum, þeir dagar eru fullnægðir hann hefur helgað sig Drottni, skal hann vera heilagur, skal hann láta höfuðhár sitt vaksa. Og vitið þið, leiði ég las þetta,
þá ýtti það við mér vegna þess að Jesús Kristur, hann sagður hafa verið síðhærður eða með spasju sítt hár. Og það sést mjög vel á líkklæðunum í Torino að Jesús Kristur hafa með svona sítt hár eða hár sem náði niður á axlir. Og þegar ég var yngri strákur og við vildum hafa bítlahár, að þá var gjarnan sagt, heyrðu, þú átt sko ekkert að vera eins og heimurinn, þú átt ekkert að vera með neitt bítlahár. En bítlarnir þeir tóku þetta til að láta hár sitt vaksa alveg svo gyðingar. Þegar Jesús Kristur kemur inn í þetta og hann gerður heilagur, að þá þarf hann þetta hár sitt vaksa og skeggi líka. Þá ekki að raka skeggi í burtu. Og þegar þið horfið næst á gyðinga, strangtrúar gyðinga, þá getið þið skilið hvað í gangi hjá þeim með allar þessar fléttur og hár og skegg. Þetta eru menn sem hafa valið að láta heit hvíla á sér. Þeir eru nasirjar. Þeir taka heiti mjög alvarlega og ég hef svona verið að veltaði fyrir mér, hvenær ætli Jesús Kristur hafi fengið þetta heit? Hvenær gekk hann undir að taka þetta heit, láta hári vaksa og skeggi líka? Ég fer aðeins með ykkur í 9. versi líka, í 4. kapitulunum, 7. kapitulunum. Þá segir, og verði einhver maður bráðkvaddur hjá honum, svo að helgað höfuð hans sörgast, þá skal hann raka höfuð sitt í hreinsunardegi. Vegna þess að í versinu nr. 6, þá uppálagt að þessi maður sem naseri, hann skal aldrei koma nálægt líki. Þið sjáið, alla þá stund hann hefur helgað sig drottni, skal hann ekki koma nærri líki. Og þetta mjög ögrandi fyrir okkur kristna menn. Við megum ekki taka þátt í útför, ekki vera að kveðja ættingi okkar, þá þurfum við að endurnýja heitið. Og með þess að Móse hann svo ákveðinn, hann segir við okkur, á 7. degi skal hann raka það er þess að höfuð sitt, og á 8. degi skal hann færa prestinum 2 turtildúfur eða 2 ungar dúfur að dyrum samfundatjaldsins, og prestur skal fórna annari í syndafórn en hinni í brennifórn. Og þetta svo merkilegu þáttur að þetta skulle vera tínt til þegar menn þurfa að endurnýja heit sitt með naserian. Og þegar Jesús Kristur umskorinn, munið þið að þá tekur María, hún gefur með 2 dúfur, turtildúfur, og þeim fórnað af því að þau voru fátæk. María þurfti að fórna þeim til þess að fá syndhreinsun vegna að hún var nýlega búin að fæða barn, og þá þurfti hún að leggja til turtildúfur, en hún var með Jesúm Kristi höndum sem var umskorinn, og það virðist vera að hann hafi verið gerður að Nasaría í sömu athöfninni. Þegar hann var umskorinn, þá var turtildúfunum fórnað, María syndhreinsuð og Jesús Kristur, hann var helgaður. Og hvernig veit ég að þetta getur stemt saman? Komið með mér að Þórir, hann finnur fyrir okkur stað í Davíðssálmi 22, það sem svo athyglisverður þáttur, vegna þess að í 22. Davíðssálmi, hvað við að tala 11. versið, þá segir innmitt í þessum Davíðssálmi sem byrjar svona, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þá segir í 11. versinu, til þín var mér varpað frá móður skauti, frá móður lífi þú Guð minn. Og það alveg greinilegt að María og Jósef, þegar þau eru að umskera drenginn, þá þetta eitthvað meira í gangi, heldur við sjáum, hann gerður þarna að Nasaría, manni sem helgaður drottni, hefur ákveðnu hlutverki að gegna, og hann mun sannarlega rækja sitt hlutverk mjög vel. Og þetta gerir það verkum að ég get hugsað að Jesús Kristur var gerður að Nasaría strax við umskurð, 8 daga gamall. Þá var hann með helgað líf, þá hvíldi helgun yfir honum, og það var helgur dómur sem kom yfir hann vegna þess að þetta var maðurinn sem átti að verða syndarfórn alls heimsins. Og þegar syndarfórnin var útvalin,
er svolítið merkilegt líka þegar við komum að þessu atriði. Ég ætla að fá að fara með þig inn í Lúkasarguðspjallið. Ég ætla að segja Lúkas sem greinir frá þessu. Í 7. kapitúli þá Lúkas einmitt að tala við okkur svona stóru atriðin í sögunni. Ég var að skipta. Þetta er betra svona. Þá segir Lúkas þetta í 7. kapitúlinu. Það kemur þetta yfirsögnin, grát þú eigi. Skömmu síðar bar svo við að Jesús hélt í borgar sem heitir Næn og lærisveinar hans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Þegar hann nálgaðist borgarhlíðið þá var verið að bera út látinn mann, einkasodd móður sinnar, sem var ekkja og mikill fjöldi úr borginni var með henni. Og drottinn sá hana, kenndi hann í brjóstum hana og sagði við hana, grát þú eigi. Og hann gekk að og snart líkbörur, en þeir sem báru námu staðar, þá sagði hann, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Maðurinn sem að mátti ekki snerta lík, maðurinn sem heit hvíldi á, hann bara lappar að líkfyldinni og hann eyðileggur jarðarförina. Það var ekki lengur jarðarför, það var bara upprissu fögnuður og gleði vegna þess að kraftur gekk út af honum og ungi maðurinn reis upp frá dauðum. Hvernig myndum við fara að í svona kringumstæðum? Átti Jesús að fara aftur í musteri og hreinsa sig af því að snerti lík? Eða snerta bara ekkert líkin? Þetta var orðinn lifandi maður. Hann í raun og veru, hann umbreytti öllum kringumstæðum. Og þetta er svo merkilegt með Nasirean sem mátti ekki snerta lík, því heit hvíldi á hann. Að Jesús Kristur, hann var ekki alveg fullkomlega að taka tillit til þess, hann snerti mannin og lífgaðan við. Átti hann að hreinsa sig. Hann kannski ögraði gyðingdóminum og gyðingarnir hefðu eflaust sagt, heyrðu mig, þú snerti lík, þú er að láta hreinsa þig. En Jesús, sem var öllu þessu aðra, hann bara gaf líf og kraft og nætti og hann umbreytti öllum kringumstæðum. Hversu oft er það ekki þannig að við lendum bara í mjög erfiðum kringumstæðum og þið heyrðu bara hvað Dagný var að segja. Líkið var ekki stórt sem að þau þurftu að grafa. Þetta var bara lítið fóstur. Og það er okkur sagt gjarnan frá af alþingismönnum, jú, þetta er bara frumuklasi. Það erum við bara öll. Við erum bara öll frumuklasar eins og bara í allir þeirri heild sem við erum. Svo lýsa líkið, lifandi maðurinn, barnið eða fóstrið, þetta er allt saman frumuklasar. Og hvað erum við að segja við þessu? Má snerta, má koma við. Þegar drottinn Jesús Kristur fekk tækifæri til að koma inn í kringumstæður, þá umbreytti hann öllu. Og mér finnst það svo athyglisvert hvernig Jesús Kristur kemur fram og birtist í því að umbreyta. Og sjáu hvað er athyglisvert líka, því að Nasirein, hann skal vera heilagur. Og ég ætla að fá að fara með þig inn í einn stað í postulasögunni, þar sem að kemur fram að Páll postuli, hann stendur frammi fyrir Agrippa konungi, og við skulum fara í 24. kapitúl postulasögunnar. Og Páll, mér finnst alveg dásalegt hvernig hann tekur á málum, og þetta er alveg greinilega maður sem að kann sitt fag og er tilbúinn til þess að berjast trúarinn á góðu baráttu. Í 24. kapitúla postulasögunnar, ég ætla að fara með í 5. vers, við byrjum bara þar. Það er sókn á vörn. Hann Tertullus, hann fer að ávarpa Felix landstjóra og Agrippa konung og hann segir við þá í 5. versinu, við höfum komist að raunum að maður þessi, það sé Páll postuli, hann er skaðræði. Hann kveikir ófrið með öllum gyðingum víða veröld og er forsprakki villuflokks Nasirea. Hér er Páll postuli nefndur sem Nasiri. Og við getum tekt þetta orð frá 4. Mósebók og það er 4. Mósebók sem gerir Jesú Krista Nasirea heilugum manni. Og Páll postuli, hvernig bregst hann við? Hann segir við þá,
þetta kemur fram, hann reyndi meira að segja vanhelga musterið og þá tóku við hann höndum og Páll, hann nú bara ekkert að gera mikið úr þessu, hann segir þetta er bara lygi, ég var ekkert þarna að gera eitthvað óskunda, hann segir aðeins í 14. versinu, hitt skal ég þér játa að ég þjóna Guði feðra vorra samkvæmt veginum. Þeir sem þeir kalla villu og ég trúi öllu því sem stendur skrifað í lögmálinu hjá spámönnum. Og þá von hef ég til Guðs sem þeir og sjálfir hafa að upp muni rísa bæði réttlátir og ranglátir, því sem ég mér og sjálfur að hafa jafnar, því tem ég mér sjálfur að hafa jafnar hreina samvisku fyrir Guði og mönnum. Þetta er einkenni Nasarians. Hann temur sér að hafa hreina samvisku gagnvart Guði og mönnum. Megum við eitthvað læra af þessu? Má þetta hljóma í kirkjum landsins? Má þetta vera boðað hjá okkur og milli okkar? Að við temjum okkur að ganga og lifa heilugu lífi og verða eins og Nasari, alveg svo Jesús Kristur var. Þetta er ekki voðalega flókið atriði. Þetta færist frá Jesú Kristi og yfir á Jesú og yfir á Pál, yfir á þig og yfir á mig. Og sjáu hvað þetta er merkilegt líka þegar við förum aðeins lengra í þetta. Ég ætla að fá að fara með í 1. Pétursbréf, tökum hans orð líka inn í þetta. 1. Pétursbréf, 1. kapitúli og svo er það 16. vers og þá segir Pétur þetta við okkur og ég held að þetta sé bara orð í tíma talað. Þá segir hann, rita verið heilagir því ég er heilagur. Þetta er kjarnaatriði hjá Páli postula, Jesú Kristi, Pétri postula. Verið heilagir því ég er heilagur. Og við getum þess vegna sagt, vertu Nasari. Vertu einn af þeim mönnum sem Guð getur gengið með, hann treystir. Ég er ekkert að segja þér endilega að þú þurfir að láta hárið þitt vaxa, þú mátt að mín vegna, en ég myndi ekki gera það. Mér finnst voðalega gott að geta frjálst höfuð strokið, en það er svo annað mál. Það eru svo fleiri atriði inn í þessu. Þetta fá að fara með líka inn í 3. Mósebók. Það eru 2 þættir þar sem ég ætla að fá að tengja þetta við ræðu mína. 3. Mósebók og það er 12. kapitúli og svo 20. kapitúli og í 12. kapitúlanum þá segir þetta í 3. versi þá eru hreinsunardagarnir komnir og María, hún er samkvæmt þessu orði að mæta með Jesú upp í musterið til þess að láta umskera hann. Og sjáu hvað orði segir hann að gera. Í öðru versi þá segir, tala þú til Ísraelsmann og seg, þegar kona verður léttari og elur sveinbarn, þá skal hún vera óhrein 7 daga. Skal hún vera óhrein eins og þá daga sem hún er saurum af klæðaföllum. Og á 8. degi skal umskera hold yfir húðar hans, það er að segja litta bassins. Svo segir í 8. versinu, og en ef hún á ekki fyrir sauðkinn, þá fær hún 2 turtildúfur eða 2 ungar dúfur, aðra í brennifórn en hina í syndafórn. Þetta er sama krafa gagnvart konunni að vera hrein eins og gert var gagnvart manninum sem vildi vera Nasari. 2 dúfur áttu að vera fórnað. Svo ég horfi á þennan atburð eins og eina heild þegar María hreinsa sig og þegar Jesús Kristur er gerður af Nasari. Samkvæmt lögmálinu þá gekk þetta alveg upp. Nú skulum við koma aftur saman í 20. kapitúla 3. Mósebókar og þá erum við líka að tala atburði sem að lögmálið var að leggja til gyðingana og snerta auðvitað það sem að við erum að tala í 7. versi í 20. kapitúlanum. Þá segir, helgist og verið heilagir, því að ég er drottinn Guð yðar. Og þetta er alveg sama krafa og Pétur postuli var að nefna í Pétursbréfinu, verið heilagir því ég er heilagur. Verið Nasarear því ég er Nasari. Og þá getur við bara séð bergmálið í gegnum tíðina. Guð var allan tíman
að leiða fram menn sem vildu stíga veg helgunarinnar, vera tilbúni til þess að vera í hans hópi, skynja hvað hann hefur að segja og átta sig á því að vegur helgunarinnar er meðal annars fólgin í því, ef þú finnur ekki fötin þín, þá segir heilagur andi, hvað hef ég gert? Þá getur þú tekið eftir og sagt, heilagur andi, hvert á ég að fara, hvað á ég að segja, hvað á ég að vera? Og heilagur andi og þú, þið eins og rennir saman í eitt, hann býr í þér og heitin sem hefur gefið drottni að fylgja honum og vera hans þjónn, það mun sannarlega koma fram í þínu lífi. Ég ætla ekki að þetta mjög mikið lengra hjá okkur í dag en þetta, en ég ætla að fá að fara með ykkur í 2 ritningarstaði viðbót. Ég ætla að fara með ykkur í Postulasöguna 24:18 og svo í Efesusbréfi 5. Og það eru atriðin sem að svona hafa vakið mig til umhugsunar. Og í Postulasöguna 24:18 þá segir Páll postuli: Eftir margar ára fjarveru kom ég til að færa fólki mínu ölmusugjafir og til að fórna. Þetta var ég að gjöra í helgidóminum og hafði látið hreinsast og enginn var þá mannsöfnuður né uppþvott þegar menn komu að mér. Og þá sjáu hvernig Páll postuli hagaði sér, alveg eins og Nasiri. Sem var búinn að standa undir sínu heiti, hann var kominn í musterið, heitistímanum var lokið og hann þurfti að láta raka allt höfuð sitt og hann þurfti að taka á sig þær kvaðir með turtildúfurnar sem að þarna þurfti að koma fram. Þannig er Páll postuli leystur undan heitinu, en var hann nokkuð tíma leystur undan því. Þetta er maðurinn sem enn í dag er kallaður heilagur Páll eða Sankti Páll og við sjáum hann enn þetta dag í dag sem mannin sem að gekk Guði á hönd, var honum líkur og hann kendi sínum lærisveinum eins og við sjáum í Efesubréfinu 5 og komið með þangað. Og það er svo merkilegt hvernig Páll postuli varpar þessum boðskap fram. Alveg sami boðskapur og þú finnur í Mósebókunum, sami boðskapur og finnum í Jesúm Krist og hjá Pétri postula. Þegar hann segir, verið því eftirbreytendur Guðs, svo sem elskuð börn hans, lifið í kærleika eins og Kristur elskaði oss og lagði sjálfa sig í söluna fyrir oss, svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. Og hér eru bara komin á okkur sjálfum. Við erum bara eftirbreytendur Guðs. Ef Guð er heilagur og við erum eftirbreytendur Guðs, þá eigum við að vera heilag. Og hvernig veit ég að ég lífi helguðu lífi? Hvernig veit ég að ég er í sannleika, Nasiri og heilagur drottins? Það kemur fram í því sem að segir, lifið í kærleika eins og Kristur elskað oss. Það á að speglast. Söfnuðurinn sem þú ert í, þessi litli hópur sem að við tilheyrum, hann er mikilvægur til þess að æfa hjá þér guðhræðsluna, til þess að æfa hjá þér helgunina, til þess að æfi þig í að þú elskir og þú standir með og við stöndum þétt saman og við gefum Guði þannig dýrðina. Og ég ætla bara að enda þetta með þessum orðum vegna þess að Páll postuli, hann er okkar fyrirmynd og þá segir hann í 3. versinu afskaplega ögrandi orð fyrir samtíman okkar. En frillulífi og óhreinleiki, yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðaliða. Svo hæfir heilug. Og sérðu hvernig Páll postuli lokar á heimsins listisemdir. Það sem menn telja að vera gaman og skemmtilegt, Páll lokar á það. Frillulífi, óhreinleiki, yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn eða á meðal. Og ég segi ágirnd líka og takið eftir hvernig ágirndin er vakin gjarnan hjá okkur. Það koma auglýsingar, þú veist, okkar dagur í dag, lottóið í dag, spiliði og það er alltaf verið að augra okkur í að taka þátt í einhverju peningaspili. En Biblía segir okkur bara að treysta drottni. Og mér er hugsað til þess, þegar Abraham var til dæmis einn af þeim sem að hann vann konungana, eða hann bjargaði Lot frá konungunum sem að tóku Lot herskildi
og hann skilaði herfanginu aftur til konungarnir í Sódómu og Gómoru. Og þá sögðu konungarnir í Sódómu og Gómoru, Abraham, taktu eins mikið og þú vilt. Og þá sendir Abraham mjög sterk skilaboð til allra trúara. Hann sagði, nei, ég snert ekki skóðþving af þessu, það skal enginn geta sagt, ég hef gjört Abraham ríkan. Hver gerir þig ríkan? Hver gerir þig auðugan? Má ekki Jesús Kristur eiga það hlutverk? Má hann ekki koma þannig inn í þitt líf að þú sem heilagur maður, þú hafir ofan í þig og á. Og ef við lærum þessa leksíu, ég hef ofan í mig og á, ég hef föt og fæði og öll tímanleg gæði, hvað þurfum við meira? Við þurfum ekki að eiga stóran og miklar og þykkar bankabækur sem að verða síðan eftir skildar þegar við deyjum. Við þurfum bara að eiga fjársjóð okkar á himnum. Og sérðu hvernig Drottinn undirbýr okkur. Frillulífi, óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafnmeðaliðar, svo hæfir heilögum. Ekki heldur svífilegt hjal eða ósamandi spé. Þessi stað komi miklu fremur þakkagjörð. Því að það skulu þér vita og festa yfir minni að enginn frillulífismaður eða saurugur eða ágjarn sem sama og dýrka skurgoð, sem sama og dýrka hjá Guði á sér arðsvon í ríki Krists. Hversu virði er það fyrir því að þekkja Jesús Krist og hann krossfesta? Hversu virði er það að þú veist að Drottinn Jesús Kristur er sá eini sem kom inn í þennan heim til þess að taka á sig það heit að verða lausnari þinn og lausnari minn. Ég ætla að enda þetta á þessu. Þeir hafa verið að finna út og rannsaka líklæðin í Torino. Líklæðin manninu sem var krossfestur. Og þeim til mikillar undrunar þá myndaðist þessi mynd á líklæðinu á einu augnabliki. Og þeir eru handvissir það að þetta augnablik sem að myndin prentaðist inn í efnið, það var augnabliki sem Jesús Kristur reis upp frá dauðum. Og þeim þykir það merkilegt að lokkarnir sem eru á hári Jesú, þeir liggja ekki aftur með andlitinu og á koddanum. Þeir standa beint niður. Og það var vísindamaður sem sagði, það er greinilegt að myndin, hún var til þegar Jesús stóð upp. Það var þá sem myndin myndaðist. Þá sáu þeir lokkana, þá sáu þeir hvað var að gerast, svoleiðis að upprisa Jesú frá dauðum gerðist á einu augnabliki. Við höfum ákveðið augnabliki í Biblíunni þegar hann kallaði Lasarus út úr gröfinni. Þið vitið, þeir létu steinin renna frá, svo kallaði Lasarus út. Og Lasarus sem var bundinn í líkklæðin, hann var ekki að brölta fram, nei, hann var allt í einu kominn í dyrnar. Þannig er upprisa dauðum. Þannig ætlar Drottinn að fara með þig og fara með alla heilaga þegar hann kemur og við heyrum nöfn okkar kölluð að himnum, að því að við erum hrifin til funda við Drottinn í loftinu. Það er hinir heilugu sem verða hrifnir upp á augnabliki. Muni það gerast hratt? Já, ég veit að það muni gerast mjög hratt, en undirbúið ykkur líka. Þess vegna erum við að tala verið heilög, því ég er heilagur. Að því Drottinn þráir að eiga þessa framtíðar von með þér, að þú fár að vera með honum í upprisunni, og þegar erfiðu tímandi komið við þennan heim, þá erum við farin, við erum þá með Jesú, víðsfjarri öllum erfiðum tímum, og við vitum að við erum með Kristi það sem eftir er. Amen. Amen. Ég ætla bara að fá að enda þetta með þessu og hvet ykkur til þess að við skulum standa upp núna og við skulum segja þessa bæn bara, fara með þessa bæn, af því að Drottinn hann þráir að eiga þetta nána augnablik með okkur. Ég segi bara, Jesús Kristur, leitt okkur áfram. Gerð okkur að heilugum þjónum þínum. Og þegar þessu stund kemur, að við verðum hrifin upp til þín, að þá verðum við tilbúin og við vitum hvað mætir okkur, því að þú tekur á mót okkur.
Í Jesú nafni. Amen. Og gleymið því ekki, kæru vinir, að við erum kölluð til að vera heilög, alveg eins og hann heilagur. Takk fyrir yndislega samvinnustund og megi friður og náð Drottins vera með ykkur og yfir ykkur og við skulum njóta þess síðan, nú bara útsendingu lokið, en við skulum fara upp og fá okkur samfélag